Segir hennar fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan, það 281. fundur og hann haldinn 19. september. Fyrir fundinu liggja 7 dagskrármál. 7. dagskrármál kosning fulltrúa í embætti stjórnar og nefndir vegna Fljótsdalshéraðs. Það sem kannski var í allra síðasta lagi að það mál færi út með fundarboði. Ég ætla bara að kanna hvort það einhver athugasemd við það að við tökum það mál fyrir. Svo ekki, þá telst það bara að vera fullkomlega löglegt hér á dagskrá. Við göngum til fyrsta liðar sem fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs nr. 438 og þessi fundur var haldinn 10. september síðastliðinn. Fundargerðin sem í 5 liðum og það einn tekinn út. Og það liður 1.1 sem fjármál 2018. Þetta snýr ekki alveg beint að fjármálum þannig en við alltaf undir þessum lið á fundum bæjarráðs þá reglulega í það minnst einu sinni í mánuði farið yfir íbúaþróun og við vorum mjög ánægð á seinasta fundi og ég ætla að lesa þessa bókun sem liggur fyrir. Það bæjarstjórn fagnar því að áfram heldur íbúum sveitarfélagsins að fjölga. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá í lok ágúst síðastliðinn var íbúafjöldi sveitarfélagsins kominn í 3.615 en var 3.547 síðustu áramót. Og þetta nú bara gleðifréttir að sjá hvernig þróunin og þetta svona með því meira sem við höfum séð undanfarin ár þó að síðustu ár hafi verið svona jafnt og þétt fjölgun í sveitarfélaginu. En það ekki fleira tekið út í þessari fundargerð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust. Undir þessum fyrsta lið einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef að svo ekki, þá mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það liður 1.1 og þar lögð fram tillaga sem að lesin var kynnt hér áðan, þessum samþykkja tillögunni gefur merki með því að rétta hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið afgreiðslu þessa fyrsta liðar og göngum til annars liðar ef því ekki andmælt. Svo ekki, þá það annar liður á dagskrá, bæjarráð Fljótsdalshéraðs sömuleiðis, 439. fundur og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti og góðir fundamenn. Það 439. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var núna í þessari síðastliðinn mánudag, 17. september. Og þar lágu fyrir 9 liðir á dagskrá. Fundargerð 9 liðum og það 2 liðir teknir út. Og það þá liður 2.5 sem framhalds-ársfundur Austurbrúar SES og þar lá fyrir erindi að boðað til framhaldsfundar Austurbrúar þann 25. september næstkomandi. Þannig málum vexti að í vor var aðalfundur Austurbrúar en þá fóru ekki kjör stjórnar eða starfshóttanefndar eða siðanefndar fóru ekki fram þar sem sveitarstjórnarkosningar lágu fyrir og því var þeim liðum frestað sem þá verið að fara afgreiða núna. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að Björn Ingimarsson fari með atkvæði Fljótsdalshéraðs á fundinum. Og það liður 2.8 sem tilraunaverkefni uppbyggingu í húsnæðismálum á landsbyggðinni. Og þar lagt fram bréf frá Íbúðalánasjóði varðandi tilraunaverkefni uppbyggingu í húsnæðismálum á landsbyggðinni. Og tillagan sem lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs sækja þátttöku í tilraunaverkefninu og felur bæjarstjóra að láta ganga frá umsókn þar að lútandi.
En kannski ég segi ykkur aðeins örlítið frá þessu verkefni, þá var þetta Íbúðalánasjóður, hann óskar eftir þátttöku sveitarfélaga og það verið að horft til að það séu 2 til 4 sveitarfélög sem taki þátt í þessu tilraunaverkefni. Og þetta kemur til til að bregðast við húsnæðisvanda sem ríkir víðs vegar á landsbyggðinni og meðal annars vegna óvirks íbúða og leigumarkaðar og jafnvel skorts á viðunandi íbúðarhúsnæði. Og forsenda þess að taka þátt í verkefninu að það liggi fyrir húsnæðisáætlun sem gerir hjá okkur, sem var unnin síðastliðinn vetur. Þannig að þetta bara gott mál og bara vonandi að fljósta sér að það verði valið að taka þátt í þessu verkefni. En ekki fleira og þessari fundargerð, þannig að hún lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust til þessum öðrum dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo ekki, þá mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Það er fyrst liður 2.5, framhaldsárfundur Austurbrúar SES og þar tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það er þá liður 2.8, tilraunaverkefni uppbyggingu í húsnæðismálum á landsbyggðinni og þar tillaga borin upp eins og var lesin hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það er ekki fleiri tillögur til afgreiðslu hér en athygli vakin á því að undir 2 liðum afgreiðsla bæjar á staðfest nema því sé mótmælt. Svo ekki, það færist þá þannig til bókar. Við göngum þá næst í 3. liður á dagskrá, engin anda við því. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar Fljótsdalshéraðs, 73. fundur. Það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Já, forseti bæjarfulltrúar og starfsmenn. Þetta kynna hér fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það er fundur nr. 73 og hann er í 7 liðum og það eru 2 teknir út. Það er annars vegar liður 3.3 sem er fagráð menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að skipan fagráðs menningarstöðvar Fljótsdalshéraðs verði breytt þannig að 5 fulltrúar skipi ráðið. Lagt er til að fulltrúar ráðsins komi frá Listaháskóla Íslands, Sviðslistasambandi Íslands, Menntaskólanum á Egilsstöðum, Leikfélagi Fljótsdalshéraðs og Lungaskólanum. Málið er að öðru leyti áfram í vinnslu hjá nefndinni. Síðan er það liður 3.6. Það er umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2018. Og fyrir liggur auglýsing frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem vekur athygli á að næsti umsóknarfrestur í sjóðinn nálgast. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn hvetur atvinnu- og menningarnefnd og umhverfis- og framkvæmdanefnd og starfsmenn þeirra til að huga að umsóknum í tíma. Að öðru leyti er þessi fundargerð lögð fram til umræðu og svo staðfestingar. Takk fyrir. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 3. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Fyrst er þá liður 3.3, fagráð menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs. Þar er borin upp tillagan eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þessum samþykkja tillögunni gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 3.6, umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða 2018. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þessum samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það er ekki fleiri tillögur til afgreiðslu hér en athygli vakin á því að undir einum lið afgreiðsla nefndarinnar staðfest nema því sem mótmælt. Svo er ekki og þá hefur við lokið yfirferð hér yfir 3. dagskrármál og göngum til hins 4. Já, þá er 4. dagskrárliður, það er 97. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar
og það er Stefán Bogi Svinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og þrjá bókum. Forseti, ágæta fundafólk. Hér liggur fyrir fundargerð 97. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Hún er í 17 liðum og þar af eru 9 teknir út til sérstakrar tillögugerðar. Fyrst er það liður 4.5, götuheiti á Hallormsstað. Það lá fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd að ganga frá götuheitum og staðfangaskrá í þéttbýlinu á Hallormsstað. Þar er að því tilefni eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að ónefnd gata á Hallormsstað fái heitið Staðargata. Skipulags- og byggingarfulltrúa er falið að ljúka við frágang á götuheitum og staðfangaskrá í þéttbýlinu á Hallormsstað í samráði við hlutaðeigandi aðila. Það er ekki hverjum degi sem við fáum það hlutverk að nefna götur. Staðargata er virðulegt nafn. Liður 4.6 er upplýsingaskilti, staðsetning og útlit. Fyrir nefndinni lágu hugmyndir útlit skilta í skiltastanda og sem voru áður til umfjöllunar í nefndinni 11. apríl síðastliðinn. Eftirfarandi tillaga er það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi hugmyndir útlit skilta og skiltastanda. Áfram verði unnið að verkefninu hjá sveitarfélaginu þannig að endurnýjun á þeim stöndum sem fyrir eru verði lokið á fyrri hluta næsta árs. Lögð er áhersla á að til viðbótar við stofnkostnað við skilti verði hóflegt árgjald innheimt af fyrirtækjum sem kjósa að setja skilti í skiltastanda sveitarfélagsins. Þannig verði því fylgt eftir að auglýsingar fyrirtækja sem ekki eru lengur í rekstri falli sjálfkrafa af skiltastöndum. Ég held að þarna er í rauninni, við höfum fundið fyrir því að það er ákveðin ásvörn í það að setja upp skilti hér í þéttbýlinu til að auglýsa vöru og þjónustu og til að gæta samræmingar. Þá var farið þá vinnu að reyna að koma slíkum samræmdu skiltum á vegum sveitarfélagsins. En jafnframt einmitt kom fram ábendingum það að þessu skilti ættu það til að daga uppi. Þannig er lagt til þá ákveðið verklag við það menn þurfu einfallega að endurnýja afkomu sína af skiltum þannig að þetta svona verði ekki eins og nánast sögusýningum fyrirverandi atvinnustarfsemi í sveitarfélagi. Þá er það næst liður 4.7. Ábending og uppsetningu á spegli við gatnamót Lagarfells og Lágafells. Það lá fyrir erindi frá íbúa uppsetningu á spegli við gatnamótin sem ég nefndi hér áðan. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið og felur starfsmönnum þjónustumiðstöðvar að ljúka við uppsetningu spegils við gatnamót Lagarfells og Lágafells hið fyrsta. 4.8. Hraðahindrun Kelduskógar. Þar var erindi að Betra Fljótsdalshéraði til grundvallar uppsetningu á hraðahindrun í götunni Keldskógum. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og þakkar innsent erindi. Ekki er stefnt að uppsetningu hraðahindrunar að svo stöddu en gangbraut verður merkt með gangbrautaskilti. Samhliða verður skoðuð afstaða gangbrautarhliða. Þá er það næst liður 4.9 umsókn byggingarleyfi fyrir breytingu á Laufási 14. Fyrirhuguð byggingarleyfi hefur verið í grenndarkynningu frá 9. ágúst síðastliðnum. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið þar sem athugasemdir hafa ekki borist í grenndarkynningu. Liður 4.10. Það er umsókn byggingarleyfi fyrir frístundahúsi Eyjólfsstaðaskógi 36. Og þar undir er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að erindi fái afgreiðslu í samræmi við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Liður 4.14. Sparkvöllur á suðursvæði Egilsstöðum. Það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að sparkvöllur sem áður var á Hallormsstað verði settur upp á suðursvæði í samræmi við gildandi deiliskipulag. Aðeins nokkur orð þetta. Þetta er mál sem er svona mörgum ansi kært að segja bæði hvar völlurinn eigi að vera og hvort hann eigi að vera þar sem að gert var ráð fyrir honum og annað. Umhverfis- og framkvæmdanefnd hafi fengið ítrekkaðinn á fundi sína erindi sem að gengur nú aðeins hvert í sína áttina ef sem má segja og alveg ljóst að það verður seint þannig að allir verði fullkomlega sammála í þessu máli og ég held að það sé mikilvægt í ljósi bókunar umhverfis- og framkvæmdanefndar að það sé bara tekin afgerandi afstaða til þess hvað menn ætla sér í málunum og umhverfis- og framkvæmdanefnd gerði það á sínu fundi. Hún reyndar hafði aðeins önnur orð þetta og fór í rauninni aðeins betur yfir aðdragandann og tilgreindi svo sem að það er auðvitað ýmis
sjónarmið sem þarna liggja að baki og það er ekki svo að þeir sem eru á öndverðri skoðun við þá tillögu sem hér er lögð fram að þeir hafi ekkert til síns máls, en þarna í þessu tilfelli eins og sem mörgum öðrum þá þarf bara einfaldlega að vega og meta marga mismunandi þætti og því er gerð þessi til að það sé bara einfaldlega tekin afstæða til þess að þessi völlur verði settur upp þarna svo það sé bara skýrt. Nú, liður í lið 4.15 það er nú bara svona almenn athugasemd hvað framfór á fundinum en málið er annars áfram í vinnslu. Þannig að það er ekki tillaga þar. En þar var farið yfir stöðumála varðandi deiliskipulagsgerð í miðbæ Egilsstaða og sanna sagna virðist ekki ganga alveg fyllilega nógu vel að fá einhver lok í það verkefni en við höfum lagt á það áherslu svo sem held ég bæði nefndin og aðrir þeir sem eitthvað hafa haft þessu mál að segja að reyna að ýta eftir því að þetta geti orðið sem allra fyrst. Nú liður 4.16 umsókn framkvæmdaleyfi fyrir nýrri brú við Klaustursel. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá umsókn frá Vegagerðinni framkvæmdaleyfi fyrir nýrri brú við Klaustursel. Og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn framkvæmdaleyfi fyrir nýrri brú með fyrirvara umsókn Minjastofnunar. Sú umsókn hafði ekki borist en er búist við henni hvað hver. Og að síðustu liður 4.17 smalaslóð í Sauðahlíðum. Þar lá fyrir erindi frá Lárusi Dvalínssyni þar sem óskað er eftir styrk til slóðagerðar í Sauðahlíðum vestan Kaldár, innst í framtungum í landi Fossvalla og Sellands. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar hafnar bæjarstjórn erindinu þar sem það er í ósamræmi við aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028, sá kafla 9.14 óbyggðsvæði. Nú, að öðru leyti er þessi fundargerð lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust efni þessarar fundargerðar. Ef enginn óskar eftir því að taka til máls á loka í mandagskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Þá er það fyrst liður 4.5 götuheiti á Hafnarstað. Það er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með hér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Næst er liður 4.6 upplýsingaskipti, staðsetning og útlit. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með hér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.7 ábending óskum uppsetning og spegli við gatnamót Lagafells og Lágafells. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.8 hraðahindrun Keldurskógar. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.9 umsókn byggingarleyfi fyrir breytingu á Laufási 14. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.10 umsókn byggingarleyfi fyrir frístundahúsi Egilsstaðaskógi 36. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.14 sparkvöllur og suðursvæði Egilsstöðum. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir það. Er einhver á móti? Svo er ekki einn situr hjá. Nú, hvað er það komið? Það er næst liður 4.16 umsókn framkvæmdaleyfi fyrir nýrri brú við Klaustursel. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það næst liður 4.17 smalaslóð í Sauðahlíðum. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er lokið afgreiðslu tillagna. Það er vakin athygli á því að einn liður er bókaður fyrir staðfestur af bæjarstjórn
sem því sem mótmælt. Svo ekki, þá það þannig hvert til bókar og við göngum næst til 5. dagskrárliðar ef ekki andmæli við því, sem hefðbundið á eftir 4. Það fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 260.50 fundur og Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, góða fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 260.50 fundur. Þetta voru 7 liðir og 1 var tekin út, liður 50, börn af erlendum uppruna á Fljótsdalshéraði. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Í framhaldi af yfirferð fræðslunefndar yfir stuðningi við börn og ungmenni af erlendum uppruna felur bæjarstjórn fræðslustjóra í samstarfi við verkefnisstýru íþrótta og æskulýðs- og forvarnamála að gera tillögur hvernig mætti vinna að því að bæta þjónustu við börn og ungmenni af erlendum uppruna í sveitarfélaginu í samræmi við samþykkta æskulýðsstefnu sveitarfélagsins. Mér finnst bara við ræddum það og það bara staðreynd að börnum af erlendum uppruna fer bara mjög fjölgandi og við verðum bara að gera vel í þeim málum og skoða bara hvað má gera betur og aðgengi og upplýsingum og margt annað sem má gera betur og það er bara flott að fara bara faglega í það starf, skoða það. Ekki voru fleiri liðir teknir út, þannig að fundargerðin er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, fundarmenn. Ég ætlaði bara að taka undir með Berglindu Hörpu. Ég fagnaði mjög að þessi vinna sé komin á stað og ég held að mér sé óhætt að segja að þessar ánægilegu íbúatölur sem Anna háttvirtu bæjarfulltrúi Anna Alexandersdóttir kom fram með hér í máli sínu þegar hún kynnti fundargerð bæjarráðs að ég held að við getum þakkað þær fjöldatölur og miklu leyti erlendum íbúum sem er að koma og setjast í rað. Og það skiptir gríðarlega miklu máli að mínu viti að við tökum vel á móti þessu fólki og við gerum allt sem við getum til að auðvelda þeim að samlagast okkar samfélagi og þau fái allar þær upplýsingar sem þá þjónustu sem sveitarfélagi hefur upp á að bjóða og þess vegna fagna ég bara mjög þessu skrifi sem fræðslunefndin hefur nú stigið. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínum. Skjáðu komið fram, það þarf ekki að háttvirða bæjarfulltrúa en það þarf bara ávarpa á fullum nafni. Já, það má alveg, það er svo sem ekki bannað. En orðið er ennþá laust. En ef ekki fleiri vilja taka til máls, þá lokum við mælendaskránni og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Og það er aðeins einn liður hér til afgreiðslu, það er liður 5.2. Börn af erlendum uppruna á Fljótsdalshéraði. Hún er borin upp þar tillagan eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefa merki með því rétt í hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og annað er ekki hér til staðfestingar og við göngum þá næst til 7. liðar ef því er ekki mótmælt. Svo er ekki. Hér er 7. liður dagskrá. Það eru siðareglur kjörinna fulltrúa. Ég ætla að leyfa mér að hafa formál á því hér úr sæti að svo fram kemur þarna í draugum og bókum þá liggja fyrir fundinu hér siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Fljótsdalshéraði. En reglurnar voru samþykktar í bæjarstjórn 19. júní 2013 og hlutu staðfestingu ráðuneyti sveitarstjórnarmála 11. desember sama ár. Það er þannig með þessar reglur það er lögum samkvæmt þá ber sveitarfélaginu að setja slíkar reglur og lögum samkvæmt ber sveitarfélaginu líka að taka afstöðu til þess fyrir lok hvers almanaksárs þar sé eftir sveitarstjórnarkosningar hvort þær eiga áfram að halda gildi sínu. Það er nú svona stundum þannig að maður er kannski ekki alltaf að lesa þessar reglur frá degi til dags. Ég er að hugsa að gera það bara hér. Ég held að það sé ágætt okkur öllum til áminningar að fara örlítið yfir þessar reglur. Fyrsta grein, markmið. Markmið regluna er að skilgreina það hátterni sem ætlast er til að kjörnir fulltrúar á Fljótsdalshéraði sýni af sér í störf sín fyrir hönd sveitarfélagsins. Jafnframt að upplýsa íbúa þær kröfur sem þeir geta gert til kjörinna fulltrúa.
Með kjörnum fulltrúum bæði átt við bæjarfulltrúa og alla aðra fulltrúa sem bæjarstjórn kýs til setu í nefndum og ráðum, svo sem fulltrúa bæjarráðs, fastanefnda og annarra nefnda, samkvæmt A, B og D-lið 59. grein í samþykktum stjórn og fundarstjórn Fljótsdalshéraðs. Önnur grein, trúnaður. Kjörnir fulltrúar skulu gæta þagnarskyldu þá sem þeir fá vitneskjum í starfi sínu og leynt á að fara vegna einkahagsmuna eða almannahagsmuna, samkvæmt lögum, reglum eða eðli máls. Þeir skulu virða trúnað ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum í nefndum og ráðum Fljótsdalshéraðs og innihald skjala eða annarra gagna þeir fá aðgang að starfsins vegna og trúnaður skal ríkja Trúnað ber að halda áfram eftir að störfum lýkur. 3. grein, gæsla almannahagsmuna. Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum fylgja lögum, reglum, samþykktum Fljótsdalshéraðs og sannfæringu sinni. Þeir skulu gæta almannahagsmuna og hagsmuna sveitarfélagsins, auk þess sem þeim ber að hafa í heiðri grundvallaratriði góðra stjórnsýslu. Þeir skulu í störfum sínum gæta heildarhagsmuna samfélagsins. 4. grein, ábyrgð og upplýsingagjöf. Kjörnum fulltrúum ber að starfa af kostgæfni fyrir opnum tjöldum og vera tilbúnir að rökstyðja ákvarðanir sínar og tilgreina þá þætti sem ákvarðanir þeirra eru byggðar á. Þeir skulu bera ábyrgð gagnvart bæjarbúum og svara fyrirspurnum almennings og fjölmiðla framkvæmd þeirra starfa sem þeir bera ábyrgð á sem kjörnir fulltrúar. Þeim ber ekki að veita neina trúnaðarupplýsingar eða upplýsingar er varða einkalíf annarra kjörinna fulltrúa, starfsmanna eða þriðja aðila. 5. grein, háttvísi, virðing og valdmörk. Í störfum sínum skulu kjörnir fulltrúar koma fram á háttvísi. Þeim ber að virða ákvörðunarvald, réttindi og hlutverk annarra kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins. Kjörnir fulltrúar hafa ekki boðvald yfir starfsmönnum sveitarfélagsins nema í gegnum samþykktir á fundum. Einstakir kjörnir fulltrúar hafa því ekki umboð til þess að gefa starfsmönnum fyrirmæli og skulu ekki hafa áhrif á störf þeirra og ákvarðanir. Þeir mega ekki hvetja eða aðstoða kjörin fulltrúa eða starfsmann Fljótsdalshéraðs við að brjóta þær meginreglur sem hér eru settar fram. Þeir mega ekki hlutast til að starfsmenn geri neitt það sem hefur þann tilgang að verða kjörnum fulltrúa á beinan eða óbeinan hátt til hagsmunalegs ávinnings, né heldur aðila nátengdum honum eða ákveðnum hópum eða fyrirtækjum. Kjörnir fulltrúar skulu einnig gæta þess að nýta sér ekki óopinberar upplýsingar til að hagnast á þeim persónlega eða hjálpa öðrum til þess. 7. grein, gjafir og fríðindi. Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum aldrei falast eftir eða þiggja gjafir, hluti eða önnur hlunnindi frá viðskiptamönnum sem fela í sér veruleg fjárhagsleg verðmæti eða persónlegan ávinning. Aðeins skal heimilt að þiggja gjafir sem að ræða tækifærisgjafir sem gefnar eru í tengslum við fundi eða aðra viðburði og að andvirði þeirra séu óverulegt. Upplýsa skal bæjarráð viðtöku gjafa samkvæmt þessu. Boðsverðir af öllu tagi skulu lagðar fyrir bæjarráð til umfjöllunar og samþykktar fyrirfram með rökstuðningi. 7. grein, hagsmunaárekstrar. Kjörnir fulltrúar skulu forðast hagsmunaárekstra í störfum sínum. Þegar kjörinn fulltrúi á óbeinna eða beinna persónulegra hagsmuna gæta í máli sem er til umfjöllunar hjá sveitarfélaginu, skal hann gera grein fyrir þessum hagsmunum áður en umræður fara fram og atkvæði eru greidd ef vafi getur leikið á hæfi hans. Kjörnum fulltrúum sem sitja í stjórnum í einkareknum eða opinberum félögum sem gætu átt hagsmuna gæta vegna beinna eða óbeinna viðskipta við sveitarfélagið ber að upplýsa slíkt. 8. grein, ábyrgð í fjármálum. Kjörnum fulltrúum ber að virða fjárhagsáætlun og grundvallarreglur fjármálastjórn sem tryggja réttmæta og ábyrga meðferð og almannafé íbúa Fljótsdalshéraðs. Við störf sín skulu þeir ekki aðhafast neitt sem felur í sér misnotkun á almannafé, svo sem engannotkun á byggingu sveitarfélagsins, bílum, tækjum eða verkfærum, nema slík notkun falli undir heimildir sem ákveðnar eru á bæjarstjórn. Kjörnir fulltrúar skulu virða stjórnsýslu eftirlit og úttektir sem framkvæmdar eru af endurskoðendur bæjarins og öðrum til þess völdum aðilum og leggja sitt af mörkum til þess að markmið þess náist. 9. grein, stöðuveitingar. Kjörnum fulltrúum ber að tryggja að störf eða stöðuveitingar byggist á hæfi einstaklingsins eingöngu og að hæfasti einstaklingurinn sé ávallt valinn í viðkomandi starf. Kjörnir fulltrúar skulu í starfi sínu hjá Fljótsdalshéraði ekki gera neitt sem veitir þeim starfslegan ávinning á meðan þeir sitja sem kjörnir fulltrúar eða eftir að þeir hafa látið að störfum. 10. grein, miðlun. Kjörnum fulltrúum ber að tileinka sér þessar siðareglur, lýsa því yfir að þeir séu reiðubúnir til að hafa þessar siðareglur að leiðarljósi og staðfesti þann vilja með undirskrift sinni í upphafi hvers kjörtímabils. Framboðum sem bjóða fram til bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs skulu kynntar siðareglur þessar og endurskoðun þeirra samkvæmt 15. grein og upplýsi ávallt væntanlega frambjóðendur sínum þær. Siðareglur Fljótsdalshéraðs á hverjum tíma skulu vera hluti af starfsskyldum stjórnenda bæjarins. Þær skulu vera aðgengilega starfsfólki sveitarfélagsins og fjölmiðlum, til dæmis á heimasíðu Fljótsdalshéraðs, til þess að aðilar geti gert sér grein fyrir þeim. Og 11. grein, gildistaka og endurskoðun. Reglur þess að taka gildi með samþykkt í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs og skulu ávallt endurskoðaðar fyrir lok árs á fyrsta starfsári nýkjörinnar bæjarstjórnar. Þetta var svo samþykkt í bæjarstjórn hér 19. júní 2013. Lýkur þar með lestrinum.
Reglurnar hafa verið aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins og verða það væntanlega áfram. Eftirfarandi tillaga er hér lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að fyrirliggjandi siðareglur haldi gildi sínu. Jafnframt er því beint til kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins að staðfesta vilja sinn til að starfa samkvæmt reglunum með undirritun samanber ákvæði 10. greinar reglnanna. Bæjarstjóra er falið að sjá til þess að kjörnum fulltrúum gefist kostur á að undirrita skjal þess efnis og að tilkynna ráðuneyti sveitarstjórnarmála ákvörðun bæjarstjórnar í samræmi við framangreint ákvæði sveitarstjórnarlaga. Nú fyrst er orðið laust ef einhver annar vil taka til máls undir þessum lið. En ef að, Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúi og starfsmenn. Ég langar aðeins að spyrja hérna forsetann með lið. Það er þetta önnur grein. Nei, fyrirgefðu, grein 3. Gæsla almannahagsmuna. Það stendur kjörnir fulltrúar skulu störfum sínum fylgja lögum, reglum, samþykktum Fljótsdalshéraðs. Sem er gott og gilt. Svo kemur og sannfæringu sinni. Þeir skuli geta almannahagsmuna og hagsmuna sveitarfélagsins auk þess sem þeir bera að hafa í heiðri grundvallaratriði góðrar stjórnsýslu. Þeir skuli störfum sínum geta heildarhagsmuna samfélagsins. Hvað ef að sannfæringin stendur ekki við samþykktum Fljótsdalshéraðs? Hvað er með þá að gera? Hvort eiga með þá að fylgja sannfæringu sinni eða samþykktum Fljótsdalshéraðs? Spurning, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Ef og svo er ekki, þá er þetta nú freistast til þess að svara þessari fyrirspurn úr sæti. Orðalagið að fylgja sannfæringu sinni er væntanlega fengið að láni meðal annars úr þeim reglum sem að gilda kjörna fulltrúa á Alþingi. Það sem að fyrst og fremst er átt við þarna er það að kjörnir fulltrúar hér taka ekki við fyrirmælum frá einum eða neinum sína afgreiðslu hér við þetta borð eða í nefndum sveitarfélagsins. Það er að segja, þeir taka sjálfir sínar ákvarðanir. Þannig að það er svona kannski megin regla sem hér er sett. Það er að segja, við tökum ekki við fyrirmælum frá oddvitum eigin lista, við tökum ekki við fyrirmælum frá formönnum þeirra stjórnmálaflokka sem við tilheyrum og svo framvegis, við tökum okkur eigin ákvarðanir. Varðandi það, ef að sannfæring manna gengur í bága við það sem stendur í samþykktum Fljótsdalshéraðs og ef út í það er farið lög og reglur, þá held ég að menn ætti nú að skoða 2 eða 3 eigin sannfæringu til að byrja með. En síðan er það auðvitað þannig að varðandi samþykktinnar, þá höfum við hér við þetta borð einmitt þann möguleika að leggja fram tillögur breytingar á slíkum reglum og samþykktum. Þannig að í rauninni fyrir það sem að þetta fyrst og fremst þessi staða kemur upp, þá kannski fyrst og fremst leiðir hún til þess að við komum til bæjarfulltrúa og ætti að beita þeim leiðum til þess að leggja til breytingar á samþykktunum en ekki brjóta gegn þeim. Ég vona að þetta teljist að einhver leiti svar með þessari fyrirspurn. En ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs, þá ætla ég að loka mælendaskránni og bera tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það er kannski, já. Erum við með skjal hér til undirritunar eða verður það tilbúið? Nei, þá í rauninni siðareglurnar til undirritunar verða hér á skrifstofunni, þannig að það bæjarfulltrúar verða látnir vita bara leið og það liggur fyrir að menn geti undirritað og sömuleiðis verður það væntanlega lagt fyrir nefndir. Gott og vel, það er þá næst 7. liður á dagskrá. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir og nefndir á vegum Fljótsdalshéraðs. Þar liggur fyrir beiðni frá Sigrúnu Hólm Þorleifsdóttur D-lista afsleyfi frá störfum sem aðalmaður í fræðslunefnd og varamaður í atvinnu- og menningarnefnd. Í erindinu kemur fram að hún hefur ákveðið að hefja nám við Háskóla Íslands og sér ekki fram á það að geta sinnt þessum störfum án óhæfilegs álags eins og það er orðað í lögum og óskar því eftir leyfi frá þessum tilteknum trúnaðarstörfum en óskar jafnframt eftir því að halda áfram að sinna verkefnum sem formaður jafnréttisnefndar. Og af því tilefni er lögð fram eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn
Hvernig orðuðu þið þetta? Það er aðeins frávik frá því sem að stóð í handriti. Það er bæjarstjórn fellst á beiðni Sigrúnar og veitir leyfi til 1. ágúst 2019. Það vantaði dagsetningu inn í drögin. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt að umræddan tíma verði Sigurður Gunnarsson aðalmaður í fræðslunefnd í stað Sigrúnar Hólm Þorleifsdóttur og Ágústa Björnsdóttir verði varamaður í fræðslunefnd í stað Sigurðar sem er varamaður í nefndinni. Einnig að Davíð Sigurðarsson verði varamaður í atvinnu- og menningarnefnd í stað Sigrúnar Hólm. Orðið er laust undir þessum lið. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? En svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ber tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja kemur ekki með þér eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Nú, dagskrá fundarins er þá tæmt og við lokum fyrir útsendingu frá fundinum en fundur ekki slitið fyrir við lokið við að fara yfir fundargerð og undirrita hana.